sem sagt verkefni 3 þannig að það settur kassi á færibandið og hann fer hingað og fer svo bara strax tilbaka. Við erum með eitthvað staðar kraftrás að þessu sem er gefin hérna og ég hef búin að sýna ykkur það. Þetta er 2 seguliðar og það er víxlað hérna vírunum í þessum Q2. Þá snýst mótorinn í rétta áttina og hina áttina. Þannig við þurfum að geta kveikt á þessum seguliða og þessum seguliða. Hér var eitthvað svona stýring fyrir það sem venjuleg seguliða stýring. Og við getum alveg gert ladder fyrir það fyrir logovélinna og það væri þá raun alveg eins. Það er að segja það væri eiginlega bara þessi mynd sem við erum búin að snúna á hlið. En til að svona iðntölvur virki almennilega þá líður þeim miklu betur með það að fá alltaf input inn á sig. Það er að segja ekki að við séum ekki að rjúfa. Þess að þú gefur þeim bara alltaf boð. Þannig að það er engar normal close snertur. Allar snerturnar eru opnar. Ja. Jú, ætlum að byrja að gera ladder fyrir þetta og við þurfum að byrja að stilla okkur hérna að forrita fyrir rétta tölvu. Við smetla þarna niðri og þessi standard og ég byrja alltaf á að breyta stytta bíli á milli. Breyta þessi í svona 25 eða eitthvað svoleiðis. Það er það aðeins aðeins þéttar. Við ætlum að kveikja á, það vill svo skemmtilega til að þetta heitir nú það sama, Q1 og Q2. Og núll BA8 standard. Og ef við gerum bara eins og með eins og forritið er, þess að þetta er, hvað var það? S1 er input 1 hérna, það er reyndar breykrofi hérna. Og við getum að það vera svona og svo breyk hérna. Og þetta er make hérna S2. Þess að hann á að kveikja. Það er að breyta honum hérna, tvísmetla, input 2, svona. Svona. Það vantar hérna á milli, ég ætla að setja hana eftir. Og sjálfhelduna hérna.
Q1 sjálfhelduna. Það make yfir þennan. Það Q. Ítt bara Q hérna. Tókar þetta upp. Yfir í bláa kassan hérna. Yfir í bláa kassan hérna. Og þá komin hérna þetta start og stopp hérna. Síðan verður hérna input nummer 4. Það verður greinilega break hérna. Ég er að eyða þessari línu hérna. Ég er búinn að tekna. Ég ætla að setja 2 breiksnertur hérna inn á. Þessa og þessa hérna. Q2 og Q1 hérna. Og þessi hérna sem verður input 4. Höldum okkur bara við sömu númerin. Þessa og þetta Q2. Þessa og þetta Q1. Sjá, ég er bara að teikna upp alveg nákvæmlega sömu teikningun og Svo var önnur break hérna á milli fyrir sem að hét I4. Já. Bara alveg eins og er á teikningunni. Ég get kannski haft, til að auðvelda okkur lífið, get ég kannski haft teikninguna bara hérna við hliðina. Ekki? Jep. Aðeins hérna. Já. Þannig að þessi lína hér, nákvæmlega eins og hún er komin hérna. Þannig að ég hlýt að geta gert hina bara alveg eins, sko. Svo þetta bara virka. Ég er búinn að setja hérna Q1 hérna þennan. Ef ég vinn mig í þessa átt bara upp núna og setja hérna opna snertu með kontakt sem heitir I4 og síðan loka sem heitir I3 sjálfhelda hérna opin snerta yfir I4 hér 2 það gerist núna.
ég stækka þetta aðeins. Svona. Svo bara að prófa þetta. Í 1 og í 2, hægri smelli hérna, þetta eiga að vera þrýstinappar. Það er ágætt að hafa hina svona switch hérna, maður þarf svona tíma til að fikta þeim. Þannig að ef ég ít á hvað var það? Hvað var startið? Í 2. Þá fyrir Q1 á stað hérna. Hægri smelli bara á hérna. Og svo ætti ég geta ítt hérna og hérna og þetta stoppa. Það gerir það. Hérna fer það á stað. Lendir á I4 og snýr strax við. Kassinn fer undan I4, sjálfvarna heldur sinni og það kemur hingað og stoppar. Og við sjáum að þetta virkar bara nákvæmlega eins og þessi teikning hér. Þannig að við erum alveg búin að sannreyna það að við getum tekið svona teikningu eins og þessa hérna og sett hana bara upp nákvæmlega eins og hann er. Þannig virkar ladderinn, sko. Þetta er svona fyrir rafvirkja til að geta gert bara eins. Við þurfum náttúrulega að hafa segulliðina og kraftrassinu og það áfram, en við þurfum ekki lengur að hafa auka snertuhausinn ofan á segulliðanum. Við þurfum ekki að víra það. Þú hægri smellir bara hérna. Já.